Sælt verið fólkið og velkomið í þátt minn Mannamál hér á litlu sjónvarpsstöðinni okkar Hringbraut. Gestur minn að þessu sinni sveitastrákur austan úr uppsveitum. Misti foreldra sína ungur maðurinn en varð dýralæknir. Spurningin hins vegar hvort að það starf og sú menntun hefur nýst honum eitthvað í því starfi sem hann rækir núna. Hann jú valdamesti maður landsins, forsætisráðherrann sjálfur, Sigurður Ingi Jóhannsson. Vertu velkominn. Takk fyrir. Menn velta svolítið fyrir þér hver þú ert. Þú ert svona maðurinn sem svolítið fastur fyrir og jarðbundinn. Ég held að það lýsi þér nokkuð vel. Já, sjálfsagt gera það nú. Sumir segja nú jafnvel að ég sé svolítið, geti verið svolítið þver, en ég kalla það kannski bara staðfestu. Þú ert ekki þver hausbeint? Nei, alls ekki. Eða ég von ekki. Það svo sem annar að dæma. Nei, ég sé ekki svolítið bara sá maður úr því umhverfi sem ég svolítið sprottinn. Náttúrulega alin upp á Sveitabæ og svona í þessum nánum tengslum við náttúruna og dýr og gang lífsins svolítið. Og hef svo sem alltaf verið frekar rólegur. Það var nú sagt að ég hefði fæðist gamall. Ég vonast til að ég eldist vel þá á móti, en hefði verið svona fljótlega svolítið fullorðinn. En eru mikil náttúruöfl í þér, getur þú rokið upp? Ég hef allavega lært að hafa talsverða stjórn á mér, en ég ekki skaplaus maður. Nei, ekki skaplaus. Þvælist það eitthvað fyrir þér? Nei, ekki lengur. Nei. Þú lært að hemja það? Já, og það var svo sem aldrei vandamál þannig. Ég hef frekar verið, svo ég lýsi nú sjálfur, ég held ég frekar verið talað svona hugljúgur drengur. Þú ert fæddur og uppalinn í Hrunamannahreppi sem þín sveit og í Miðfellslandinu undir Miðfelli í uppsveitunum, rétt hjá Flúðum, þá þetta svona eins og kom inn í leikrit eftir Astrid Lindgren. Þetta svona sveitaþorpið, fagurt og ljúft. Já, það allavega í minningunni og æskunni og það voru, til að mynda það voru 9 kúabú þegar ég var ungur drengur, það eru bara 2 í dag, það svona tímanna tákn. Það var búið þarna 40-50 manns gegnum tímana, stundum mikið af börnum og sérstaklega þegar maður var alast upp, þá var mikið af börnum á bæjónum, svona flestum, en svo var líka mjög algengt að það væri dálítill hópur í sveit, þannig að það gat kannski verið 30-40, jafnvel 50 krakkar að leika sér á sumardögum svona í minningunni. Og það kannski líkist svolítið svona börnunum jólautagarði eða einhverju slíku, Það gat verið fjör. Þú ekki sagt mér að þú hafði fyrst munað eftir þegar afiðinn dó. Já, föðurafi minn sem bjó þarna á þessum bæ, hann deyr þegar ég 4 ára og mann stundum alltaf velta fyrir sér hvað minning og hvað búið að koma inn hjá manni sem minningu, en ég man eftir að hafa gengið með honum og þá væntanlega eitthvað áður en ég verið 4 ára. Hann var stór maður með stór hendur og við vorum að fara í fjárhúsin í svona einhverju veðri og eins við svona húskveðjuna eða sem að þá var mjög algeng heima í sveitum, að þá man ég auðvitað eftir fólkinu sem var fjöldi fólks og líkista í húsinu og gekk svona eftir kistunni með fingurinn 4 ára. Þú segist hafa verið rólegt barn. Já, það var eitt, ég var sérstaklega svona mikið B-manneskja, ég fór mjög seint að sofa og örugglega talin óþekkur fyrir það. En já, ég var svona, mér fannst gaman að taka þátt í athöfnum fullorðna fólksins. Þú varst fullorðinn sem sagt bara sem barn. Já, ég hugsa það sé rétt. En ákvörðu valdur dýralæknin, þú virðist hafa tekið þessa ákvörðu mjög snemma að hlúa að dýrum. Já, sko, ég eins og við vorum búin að koma inn á alin upp í sveit og fannst það mjög skemmtilegt að starfa við það og sá ekkit endilega fyrir mér að ég væri að fara að taka við búið foreldra minna, sem ég elstur systkina minna og langaði að starfa við eitthvað tengt landbúnaði eða náttúrunni. Ég velti nú fyrir mér umhverfisverkfræði sem var nú alltaf til þá kannski, en fannst dýralækningar áhugavert og fór í það eftir stúdentspróf á Laugarvatni, var nú eiginlega búinn að ákveða svona í 3. bekk. En svo þegar kom að því þá fannst mér það stór ákvörðun að flytja 6 ár út í heim, þannig að ég fór og vann 1 ár í Reykjavík til að fá svona
aukið sjálfstraust í að fara út í 6 ár sem síðan liður náttúrulega eins og örskot. Sko. Hver er munurinn Sigurður á því að vera læknir sem stundar mannslíkamann og læknir sem hefur með dýr að gera mannslíkamann jú meira minna eins en svo ertu að lækna alls konar dýr. Er þetta í grundvallaratriðum eins? Grunnvísindin er nákvæmlega eins og námið eins eða ekkert ósvipað uppbyggt og sömu fræðin. Það er rétt að í dýrunum þá geta verið svona fjölbreytileikar á milli og menn þurfa að læra það. Hjá manninum er auðvitað meiri sérhæfing og læknavísindin ganga náttúrulega alltaf undan með nýjungar sem síðan smátt og smátt koma inn í dýralækningarnar. Og menn hafa auðvitað gengið alltaf lengra og lengra eðlilega í mannheimi að reyna að varðveita líf eins lengi og hægt er á meðan að í dýralækningunum er auðvitað hægt að meta það hvort að það sé skynsamlegt að halda áfram endalaust. En smátt og smátt hefur þetta þróast í sömu átt. Sko. En grunnkerfi er það sama hvort þetta er köttur eða hross? Í sjálfu sér. Í miðju námi missur þú foreldra? Já, það var svona komið undir, 1,5 ár eftir, þá gerist það hörmulega að þau deyja bæði í bílslysi í lok nóvember 87 og ég er þá að undirbúa mig undir nokkuð svona stór próf og þau reka náttúrulega kúabú og ég er elstur þannig að ég fer bara heim með eðlilega og tek við búinu og reyna að vera höfuð fjölskyldunar. Mjög stór og öflug fjölskylda hjálpaði okkur í gegnum þetta og vinahópur, gríðarlegt áfall, auðvitað, sekkaði. Já, en þetta er í slittu bílforeldræðina hafna framan á stórum vörubíl og þau látast samstundis, þú ert úti, bróðir þinn færði fregnirnar í gegnum síma. Þetta hlýtur að hafa verið hrikalegt högg. Já, það var það. Og það var stundum sagt sko að tíminn lækni öll sár. Ég held að allir þeir sem hafa mist, og þú þekkir það auðvitað, það er auðvitað ekki alveg satt. Sko. Það er ekki rétt. En þetta lagast. En eðlilega horfum maður með væntum þykju og söknuði til þeirra fortíðar. Sko. Þú átt ennþá erfitt með að tala um þetta. Já. Það er ósköp eðlilegt. Já, mér finnst það og mér finnst það bara allt í lagi. Finnst þér hróðni mammaðinn og pabbiðinn Jóhann vera einhvers staðar ennþá í námunda við þig? Það er nokkuð langt liðið. Já, það líður ekki, nú geri ég náttúrulega mjög oft yfir Helliseiði og færa veginn sem þetta var en og eins bara heima í sveitinni, já, mér verður oft hugsað til þeirra. Og þetta á gleðistundum í fjölskyldunni þá saknar maður þess að þau séu ekki þarna og eins með börn og tala nú ekki nú barnabörnin sem er að fara að koma eignast eitt í gær og enn eitt í gær til hamingju með það og að það er þetta kraftaverk lífsins að þá saknar maður þess að þau fá ekki að njóta svona fólks. En 25 ára þá telur maður sig vera orðinn fullorðinn mann á þröskuldi lífsins, allt framundan, svona áfall ríður yfir. Breytti þetta einhvern veginn, heldur þú að það hafi orðið jarðfastari, jarðbundnari fyrir vikið? Ég fór náttúrulega, ég held að allir geri, endurmeta svolítið gildi lífsins og svona atburður breytir manni varanlega. Ég veit ekki hvort ég var jarðbundnari eða tilfinninganæmari eða eitthvað slíkt. Ég held ekki. Ég held hins vegar að maður fór að meta góðu stundirnar meir heldur en það að vera í einhverju stundarati sem skiptir engu máli í stóra lífsins hlaupi. Svo kláraru dýralæknisnámið? Já, ég fór svo út og tók þessi próf, sjúkrapróf og var heima til vors. Tók reyndar eitt próf hérna í danska sendiráðinu. Vinkona mín einn kom heim sem vann með mér eða var að læra með mér og við lærðum saman í kjallaranum í Dalbæ og til lyfjafræði og tókum próf í danska sendiráðinu undir vökulu auga sendiherrans þá og svo fór ég út og var 1 ár úti og kláraði. Já. En þetta starf í öllum sveitum Suðurlands svo að heita frá vestustu mörkum Árnessýslu alveg yfir í Vík og jafnvel austur fyrir það. Þetta hefur
fært þér kynni við ótrúlegan fjölda fólks. Já, það nú það skemmtilega við dýralæknastarfið og svona þjónustustörf að þú kynnist svo mikið af fólki og svo þetta fyrir utan það að þú ert að hjálpa dýrum. Mjög gefandi starf og mjög gaman að sinna því. Gallinn ef þú hefur ekki gaman að keyra bíla þá áttu ekki að gera þetta því að þú ert náttúrulega hálfgjörður atvinnubílstjóri. Gerði kannski 60.000 kílómetra á ári á eilífum þeytingi. 15-18 ár sko. Og svo ertu að í rauninni öllum stundum einhverju sinni sko liðið varla jól og áramót á þess að þú þurftir að taka upp hnífinn. Já, þú voru alltaf að taka vaktir og það var einmitt eitt árið þá var ég bæði á vakt yfir jól og áramót og þá heitti svo skemmtilega á, það var svona getur svona verið tengingu í jólasögunni, stundum notað að það voru einir af þeim sem voru rækta hunda, svona litla hunda sem áttu erfiðleika með að fæða. Að ég þurfti að taka keisara á jólanótt og svo kom systir tíkarinnar og kastaði, átti hvolpa viku síðar sem þurfti líka aðstoð á nýársnótt, þannig að það fóru 2 nætur í það. Það eru þetta svona gleðilegir viðburðir. Ég var hins vegar auðvitað mest í stórdýrum, hestum, kúm, kindum. Fara Íslendingar vel með dýr? Já, almennt gera þeir það. Mjög almennt. Það eru alltaf til einhver önnur dæmi sem við reynum held ég öll að taka á, bæði hið opinbera kerfi og sem og aðrir, en almennt gera menn það alveg hikstalaust. Ég á tilfinninguna að þér þykir vænst hestinn. Já, í seinni tíð það nú orðið þannig. Ég svona að leika mér með smá hrossarækt eða hobby. Það nú aðalega til þess að geta stundað bara hestamennsku, útreiðar. Ertu góður hestamaður? Já. Segðu bara eins og er. Ég tel mig allavega þannig ágætan að ég geti, auðvitað fer ég vel með dýrin mín og hestana mína á ágætis hesta. Og líður dýralækninum, ráðherranum, þingmannum best að fjallabekki, ríðandi hesti sem tekur sjálfans til kostana? Já, sko, ef maður kemst ekki í svona góða fjallaferð á sumrin, nokkra daga, góðan félagskap með hestana sína, þá vantar eitthvað í lífið það árið, sko. Ég komst sem betur fyrir núna daginn, frábæra ferð með góðum félögum og tók stóra kippu með mér af hestum af því að ég haft lítinn tíma til þess að þjálfa þá. Þannig að þeir nutu þess líka að fá að hreyfa sig með þess að maður ekki reið á hverjum tíma. Mamma Hrúðni var í sveitarstjórninni í Hrunamannahreppi og þú fórst sömu leið, en hvað var það til þess að þú tókst stóra skrefið og hélst inn á þing, bauðst þér fram í aðdraganda kosninganna 2009? Sko, ég var búinn að vera í sveitarstjórn frá 94, þarna 2008 þegar hrunið verður og þá búinn að taka ákvörðun að hætta í sveitarstjórn. Ég var búinn að vera of lengi í sjálfu sér, nægilega lengi, menn mig ekki vera of lengi á hverjum stað og alls ekki í litlum samfélögum. Og oddvitinn var tilbúinn að taka við og ég var búinn að lýsa því yfir. Svo fer ég á þetta flokksþing Framsóknar í lok janúar 2009, svona svolítið til að kveðja, mér fannst ég verið búinn að sinna mínu. Einmitt. Þar hins vegar svona eitthvað í loftinu að menn segja bara nú þurfum við að fara aftur til grassrótarinnar og endurnýja bæði flokkin en ekki síður bara samfélagið Ísland. Og það gerist eitthvað og hálfum mánuði síðar þá hugsa ég að reynsla mín af sveitarstjórnarmálum, atvinnurekstri og sitthvað fleira gæti hugsanlega nýst og ég býð mig fram og fer í prófkjör og vinn það og svo komust, hér sitt ég og get ekki annað sem forsætisráðherra, svona eitt leiðir af öðru. Gastu aldrei orðið annað en framsóknarmaður? Ég var framsóknarmaður í Danmörku. Já. Faðir Þú dansku framsóknarmaður? Faðir minn var sjálfstæðismaður og móðir minn framsóknar og það var oft rætt pólitík en alltaf í góðu. En ég var framsóknarmaður í Danmörku og ástæðan er svo að mér hefur fundist skipta miklu máli að engin flokkur, á Norrlöndunum voru það jú sósíaldemókratar eins og þú þekkir, séu of stórir of lengi. Og þess vegna skiptir máli að séu til öflugir miðjuflokkar til að miðla málum vinstri og hægri sem eru kannski orðin svolítið úrelt hugtök að einhver leyti í dag en það að það sé einhver blanda flokkum skiptir máli. Ég var framsóknarmaður, já, ég er það, ég er samvinnumaður í eðli mínu til að besta samfélagið sé það þegar fólk hjálpa að stað og vinnur saman.
stendur saman. Þessi flokkur er verið 100 ára gamall og hefur lifað margt í gegnum tíðina, mörg áföllin, stundum gengið vel, stundum illa, en það er oft talað Framsóknarflokkinn sem einhvern sveitalegan, hallærislegan flokk. Hvernig finnst þér umtalið vera flokkinn? Það virðist stundum með að segja meir Framsóknarflokkinn en aðra flokkar. Já, ég tek undir það og mér finnst það svona, sérstaklega þegar ég bjó nú erlendis og svona horfði á þetta, sko, af hverju er þetta? Maður svona fjarlægist þetta svolítið. Þegar maður er hérna heima og kannski er í þessar hringiðu þá hljómar þetta alltaf eins og maður sé að verja einhverja pólitík. En þetta er staðreynd og ég veit ekki af hverju. Vegna þess að ég held að mjög margir Íslendingar hafa rætur í þeirri menningu sem Framsóknarflokkurinn vissulega spratt upp úr. En hann hefur lifað 100 ár, skilað gríðarlega mörgu góðu til samfélagsins, tekið þátt í mörgu góðu og átt upphafið af því. Þannig að já, þetta er svolítið ósanngjarnt en við erum nú vön því að heyra þetta, þannig að við bara setjum svolítið undir okkur höfuð og höldum áfram. Við erum stolt af verkum okkar. Framsóknarflokkurinn er svona dálítið hafnarfjörður stjórnmálanna. Það má segja alls konar brandar flokkinn. Já, ég hef oft verið á samkomum þar sem að uppistandarinn er einhvern veginn að láta njóta sín á því að vera að gera grín af Framsóknarflokknum sem að mér stundum er alveg út í hött. Hvar á Framsóknarflokkurinn að vera? Það segja sumir að hann hafi færst eitthvað til, hversu rétt sem það nú er. Á hann að vera algjörlega á miðjunni, á hann að vera félagshyggjuflokkur, á hann að vera daðra við hægri mennsku eða hvar á hann eiginlega að vera? Sko, það er það sem að miðjuflokkar er alltaf að kljást við. Það er hvar þeir eru skilgreindir, en það er mismunandi á hverjum tíma. Því að þeir hafa tilhneigingu til þess að ég held að draga samfélagið frá þeim öfgum sem það vill stefna í átt að miðju. Þess vegna mun miðjuflokkur alltaf hafa tilhneigingu til þess að synda svolítið gegn straumnum til þess að hafa áhrif á að samfélagið sé á miðjunni vegna þess að ég held að þar líði all flestum best. Framsóknarflokkur stendur fyrir frelsi einstaklingsins, félagshyggju, samvinnu fólks og jöfnuð og mannréttindum og jafnrétti til náms og allt þetta sem við barist fyrir. Það er ekki bara landsbyggðarmennska. Það er bara hinn sanni kjarni þess að búa í samfélagi eins og við þekkjum á Norðurlöndunum. Og við viljum gjarnan bera okkur saman við. Þau eru ólík á hverjum tíma, Noregur, Danmörk, Svíþjóð og Finnland, en þau eru öll að leitast við þessa sama. Og Framsóknarflokkurinn er að því og hefur gert það í 100 ára sögu sinni og ég vona svo sannarlega að gera það á næstu 100 ára líka. En finnst þér erfitt að heyra talað hægri stjórn við lýði í dag? Þá er sett samansömmerki milli Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins að einhverju leyti? Mér finnst það bara ósanngjarnt af því að margt af því sem við höfum verið að gera er sannarlega ekki nein hægri mennska. Húsnæðiskerfið sem við settum á í vor, það hefur verið seint kallað hægri mennska. Sá jöfnuður sem við fórum í gegnum skuldaleiðréttinguna verður nú seint kallaður hægri mennska, þar sem að stærsti hlutin fór til ungs fólks og þeirra sem minnst höfðu. Þannig að já, og þegar við tókum svona grimmilega á kröfuhöfunum með þrotabúunum, þá var það sannarlega ekki hægri mennska. Þá var það bara í raun og veru kannski frekar vinstri mennska en aðalega var það skynsemi og nauðsynlegt. Pabbi þinn var sjálfstæðismaður, mamma þinn framsóknarmanneskja. Ertu hægri sinnaður framsóknarmaður eða ertu vinstri sinnaður framsóknarmaður? Það hafa verið við lýði forystumennina Framsóknarflokksins sem hafa klárlega verið vinstri sinnaðir og einhverjir aðrir aðeins hægri sinnaðir. Ég á sjálfsögðu erfitt með að skilgreina sjálfa mig. Gerðu það nú en ég auðvitað aðhyllist frelsi einstaklingsins og atvinnu frelsisins, en ég er mjög mikill talsmaður félagshyggju og að tryggja réttindi þeirra sem minnst hafa. Það er þín pólitík? Það er mín pólitík. Hvernig finnst þér umtalið vera þig? Ertu upptekinn af því? Nei. Ekki? Ég er alls ekki upptekinn af því. Ég bað fjölskyldu mína, ekki síst börnin, því ég fór í pólitík og hún var hvað grimmilegust. Ég baði að hætta að lesa þetta, ég sagði ég læsi þetta aldrei. Þessar bloggfærslur. En bregður þér að? Auðvitað er það ekki satt, auðvitað kíkir maður á þetta. En ég tek þetta ekki inn á mig. Ekki inn á því? Nei. Og alveg gaggjart. Ég hlusta auðvitað á það reddi sem ég heyri, en ég get ekki tekið skítkast inn á mig. Nei, þú tekur skítkast ekki persónulega? Ég reyna að gera það ekki. Það er erfitt.
Þegar Sigmundur Davíð, nafni minn, steig til hliðar, sumir segja hrökklaðist frá völdum, var það augljóst að þú tæki við? Sagðirðu bara sér svona við þig sjálfan, gott og vel, þetta bara næsta verkefni? Nei, þessi dagur þetta með mjög hraðri atburðarás. Hann var fáránlegur. Og við sem að liðum í hringeiðunni tókum við ekkert eftir því hversu sérkennilegum var. Heldur voru við að bregðast við aðstæðum á hverjum tíma. Ég varaformaður Framsóknarflokksins og staðgengill formannsins. Ég vanur því að taka þeim verkefnum sem að mér falin og mér fannst það bara í sjálfu sér ekkert annað komið til greina á þessum tímapunkti. Ég hugsaði í sjálfu sér aldrei út í það. Ég treysti mér alveg til verksins. En hins vegar þá gerist þetta bara með það hröðum hætti að þú ert ekkert í sjálfu sér að velta þessu mikið fyrir þér. Hversu óvænt var þetta? Var þetta ákveðið sjokk fyrir þig? Já, klárlega. Og ég held að öll svona orðið verið svona svolítið í aðstæðum sem að, menn geta sagt áfall eða aðstæðum þar sem að þú þarft að vera tilbúin að bregðast við og taka réttar ákvarðanir á réttum tíma, sem ekki alltaf auðvelt. Og menn gera oft mistök við slíkar aðstæður. Og þingflokkur samfélag. Hvernig leið því samfélagið á þessari ögurstundu? Það átti auðvitað erfiða daga þarna og klukkutíma en þingflokkurinn hefur staðið sig mjög vel og samheldinn þingflokkur og hefur borið gæfu til þess að taka það sem að Framsóknarmönnum kærast, tala saman og vinna saman, samvinnu, tekið það á hærra og það tókst. Hvernig leiðir þið að labbaði niður stiga með Bjarna Benediktssyni? Þetta hefur verið á að giska sérstök, jafnvel skrítin, fjarstæðukennd jafnvel stund. Já, hún var það. Að sjá allt þetta fjölmiðla þarna fyrir neðan, verandi með atburðarás dagsins ekki bara á bakinu, heldur einhvern veginn inn í sér. Og já, þetta var merkileg stund, segja alveg svo vel. Hvernig leiðir? Sko, varstu ekki að hugsa nokkuð veginn út í hvað ég komin? Einhverju leyti, hins vegar geri ég það reyni að gera það aldrei. Þú ert ofta að taka ákvarðanir, bara í mín fyrra starfi sem dýralæknir, sem skiptir máli líf og dauða. Og þú þarft að taka rétt ákvarðan. Þá ert ekki að velta fyrir þér út í hvað ég komin. Heldur bara hvernig rétt að haga sér. Hvað rétt að gera. Og allt í einu tókum menn eftir Sigurði Inga Jóhannsyni, þessari persónu, þessum karakter sem virkaði bara eins og þungavektarpólitíkus í stiganum. En menn tóku líka til tvennu. Þú varst með klút og svo varstu með hringinn, giftingarhringinn hérna á þumalputta. Hvernig víkur þið við? Já, það var nú settar alls konar sögur og samsverkjum. Það fór alls konar sögur af stað. Þetta svo sem sérviskaði, sko. Það ekkert margir sem hafa þessa kjúku jafn breiða og þessa. Þetta hrammar. Og eins og þú veist að stundum á þinginu það var leiðismenn á fundum og einhvern tíma fór ég svona að fikta með hringinn og hann endaði hér og hann líður bara mjög vel þarna. Þetta svolítið sérstakt. Það var reyndar einn frendi minn sem var jafnaldra góður vinur sem var með þennan sið líka og hringdi í mig og sagði, já, þú ert með hringi þarna eins og ég. Ég hafði aldrei tekið eftir því hann hefði verið með hann, sko. Hvað segir frú Elsa við þessu? Hún sætti sig við þetta. Hann mjög áberandi. Ertu ástfanginn maður? Já, mjög. Já. Þið hafið átt farsælt hjónaband? Já. Hvað er mikilvægt það? Það mjög mikilvægt að eiga trausta fjölskyldu og gott hjónaband. Tala nú ekki í svona starfi. Já. Það nefna margir að þú eigir að taka við flokknum sem næsti formaður flokksins. Við ætlum ekki að halla orði að Sigmundur Davíð hér í þessum þætti, en þú eigir að taka við flokknum með hagsmuni flokksins í huga og það færi best á því að Lilja Alfreðsdóttir sem kemur inn á pólitíkinu með mjög samferðum hætti standið við hlið sem varaformaður. Já, nú það auðvitað svo að slíkar ákvarðanir í höndum flokksmanna en ekki okkar. Ekki verið svona formlegir tali. Það nefna þetta mjög margir, Sigurður Ingi, núna að þetta verði að koma til svo Framsóknarflokknum farnist vel í næstu kosningum. Já, ég verði auðvitað að segja það aftur. Það auðvitað flokksmanna að meta og ég hef, og Lilja reynda líka, við höfum sagt að við munum ekki fara gegn sitjandi formanni, en það auðvitað flokksmennirnir sem meta það á hverjum tíma og ég hef auðvitað sagt það áður að ég tek þeim verkefnum sem að flokkurinn felur mér. Þú ert tilbúin. Á meðan að ég í störfum fyrir flokkin
að þá tek ég þeim störfum sem flokkurinn felur mér. En slík ákvörðun er í höndum flokksmanna og ég ítreka bara þá fyrri yfirlýsingu mína að ég er ekki að fara að bjóða mig fram gegn sitjandi formanni. Þú gerir það ekki. En þú myndir taka við formennskunni ef hann stigi til hliðar? Já, ég treysti mér alveg til þeirra verka. Hversu mikla líkur til að svo fari? Ég hef ekki hugmynd um það. Þú hefur ekki hugmynd um það, en þú hefur einhverja tilfinningu fyrir því? Það er auðvitað ljóst að staðan er svona svolítið óljós í flokknum eins og hún er í dag en alveg eins og við upplifum þennan fræga þriðjudag í byrjun apríl, þá getur margt gerst á einum degi og hvað þó einni viku í pólitík eins og stundum er sagt. Þið langar að vera áfram í pólitík? Já, ég er alveg tilbúin til þess að úr því að maður gaf sér tíma í þetta, þú hefur nú prófað að sitja á þingi, það tekur ákveðin ár að svona læra að meta þetta, hvernig þú getur nýtt kosti þína og unnið með þá þekkingu sem þú færð. Og núna erum við búin að fara í gegnum kjörtímabil þar sem við verðum að ljúka alveg gríðarlega stórum verkefnum undir styrkri forystu okkar framsóknarmanna og Sigmundar Davíðs og erum gríðarlega stolt af þeim árangri og ég tel að við erum svona búin með endurreisnarstarfið og nú þurfum við að ganga til kosninga til þess að fara inn í næsta fasa, hvernig við ætlum að greiða okkar leið inn í þetta samfélag sem ég var svolítið að lýsa áðan og við erum að horfa til Norðurlandana með. Og þessar kosningar verða í haust? Já, við erum að fara hérna inn í þingstörf núna 15. ágúst. Hversu mörg mál þarf að ljúka þar? Það er einhver kannski 30-40 mál sem ekki voru lokið í vor og svo einhver örfá ný. Það er hægt á nokkrum vikum. 2 mánuðum eða hvað er og síðan er þetta ganga til kosninga. Gangi vel. Takk. Sigurður Ingi Jónsson, forsætisráðherra, gestur minn að þessunni. Þetta var hans saga sem er merkileg eins og allra manna saga sem hér fer fram í þessum þætti. Þangað til næstu viku, hafið það sem allra best og verið góð hvert við annað.